Jæja, komið þið sæl. Velkomin að kynningu á Microsoft Fabric fyrir sveitarfélög. Við ætlum að gefa þessu svona kannski 1 mínútu viðbót áður en við byrjum. Ég held að þetta sé allt að gerast hjá okkur, eða svo sýnist þetta að vera voða tímalega hérna. Ég heiti Björn og er forstöðumaður yfir hugbúnaðarsölunni hjá Wise og með mér er Bjarki. Bjarki, þú kynnið þig? Já, ég heiti Bjarki og er að sjá BI hjá Wise. Við ætlum að fara svona aðeins yfir, segja ykkur frá skemmtilegum hlutum sem að gerast hjá okkur núna í þessum Microsoft Fabric. Segja ykkur hvað þetta er og þess að það og tækifæri sem við höfum fyrir sveitarfélögin. Það er ekki bara að vera að byrja þetta, mér sýnist það. Það er að flesti komnir inn sem vorum að skrá sig. Ok. Svo þetta er dagskrá sem við ætlum að fara yfir og við ætlum að byrja að fara bara svona yfir bara grunninn hérna af grunninn sem þetta hafa góða skýrslugerð, hvaða breytingar í tækni umhverfinu sem nú svolítið svona mikilvægur hlutur sem er að fara að bresta á hjá okkur og við ætlum líka að fara yfir svona tækifæri, ný tækifæri sem við sjáum fyrir okkur með þessum nýju verkfærum sem við fáum í nýja umhverfinu. Og við ætlum að sýna ykkur aðeins inn í Fabric umhverfið og sýna ykkur dæmi skýrslur og svo að lokum ætlum við að kíkja aðeins á verð og svo svona næstu skref hvað getur verið skemmtilegt svona framundan í þessu svona fyrir utan hefðbundna greiningar. Ef við skoðum þetta aðeins betur og förum aðeins yfir svona nauðsyn þess að hafa aðgang að góðum skýrslum og það sem er að gerast hjá okkur núna og búið að vera að gera svona síðustu árin og er rauninni enn meira núna eftir að maður fara upp í skýið er að gögnin okkar er að vaxa á ógnarhraða og umfangi er að aukast og svona í sumum tilfellum þá er þetta rauninni að verða svolítið flóknara að hafa svona heimil á þessum gögnum og hafa einhverja svona yfirsýn og við slíkar aðstæður þá getur verið erfitt að sjá heildarmyndina ef það er ekki réttu verkfærin til staðar og við getum tekið upplýstari ákvarðanir og verið hraðari að taka ákvarðanir ef við höfum réttu skýrslurnar og greiningar yfirlitin fyrir framan okkur. Það er líka mikilvægt að horfa til þess að allir séu að horfa á sömu gögn, að gögnin séu uppfærð og það sé ekki nokkrar útgáfur af sannleikanum inn í einhverjum mismunandi Excel-skjölum til þess að forðast á tvíverknað og villur. Aðgangsstýringar og heimildir eru líka gríðarlega mikilvægur hluti í þessu og með góðum skýrslum og greiningum, svona mælaborðum og slíku, þá er hægt að forðast óþarfa tímaeyðslu í handvirkuvinnsluna og þá er samhliða því nýta fjármagnið betur. Þegar við fórum í þá vinnu að uppfæra og útbúa skýrslurnar í Microsoft Fabric kerfinu sem við ætlum að segja ykkur aðeins betur frá í hérna á eftir, þá leitum við inn í okkar stóra og flotta sveitarfélagahóp, sveitarfélagateymi Wise sem fer nú sístækkandi hjá okkur og þessi hópur er ekki bara samansafn af myndarlegu fólki eins og þið sjáið á myndinni, þetta er allt saman glæsilegt fólk. Það búið líka yfir gríðarlegri reynslu sem við nýttum okkur til að útbúa þá skýrslur í þessu nýja umhverfi. Og svo gæti maður svona kannski spurt sig af hverju þarf að breyta og af hverju Microsoft Fabric. Með uppfærslunum sem við erum að fara í með sveitarfélögunum á þessu ári upp í Microsoft skýið, þá erum við að hefja ákveðna vegferð að færa viðskiptavinnu upp í þetta SaaS umhverfi hjá Microsoft, að þá breytist tæknilegi hlutin í bakendanum og mörg ykkar hafa til dæmis nýtt tól og tæki eins og Wise Analyzer, teiningavöru og skagna og SSRS skýrslur. Þessi kerfi eru að detta út í nýja umhverfinu. Þannig að það þarf eitthvað að koma í staðinn og það sem Microsoft er að gera er að þeir sameina núna alla skýrslugerð
greiningar, vöruhúsgagna og gervigreind undir heitinu Microsoft Fabric. Skal ég benda á eitt hérna að geta sett inn spurningar og Q&A flippan hérna í Teams. Góður punktur, Bjarki. Það hérna í Q&A hjá okkur að þá hægt að smella þar á og setja inn spurningar og við förum síðan bara klárum að renna yfir glæðurinnar og svo kíkjum við hvort það sé einhverja spennandi spurningar þarna og bara endilega spyrjið jafn óðum en við kannski kíkjum á þær í restina. Ef við skoðum aðeins hvað Microsoft Fabric þá þetta svona eins konar regnhlíf fyrir allar stjórnendaupplýsingar Microsoft. Þetta svona eins og ígildi, þetta svona svo vettvangur sem að sameinar öll greiningatól. Og kemur ekki myndin? Nei, okay. Það sé bara blátt. Svona, gerast eitthvað núna. Microsoft Fabric, þetta svona eins og hálfgerð regnhlíf fyrir allar stjórnendaupplýsingar hjá Microsoft. Eins konar vettvangur sem að sameinar öll greiningatólin sem fyrirtæki þurfa fyrir skýrslugerð og greiningar á einn stað. Og tólin og tækin sem undir Fabric annars vegar þetta svona ný tól og tæki en það líka svona kunnugleg nöfn eins og Power BI sem að flest ykkar þekkja og Power BI eitt af þessum birtingatólum sem við höfum í Fabric umhverfinu. Og sveitarstjórahópur VICE ásamt okkar greiningarsérfræðingum meðan Bjarka okkar hérna í forystu, þá erum við búin að búa til gagnamódel inn í þetta umhverfi hjá Microsoft, inn í þetta Fabric umhverfi fyrir sveitarfélag gögnum. Og með þessu gagnamódeli búið að útbúa í rauninni svona eins konar vöruhúsgagna inn í Fabric þar sem allar töflur í sveitarstjórunum tengjast við staðlaða fjárhagsbókhaldið í BSC. Þannig að það hægt að sækja uppreiknuð og tilbúin gögn sem við erum í rauninni búin að hópa saman inn í þessu gagnamódeli. Og notandinn getur þá í rauninni með notkun á gagnamódelinu sótt tilbúin gögn á einfaldan hátt inn í þetta vöruhúsgagna, inn í sína skýrslur og greiningar og hvort sem hann að nota Power BI eða Excel til að birta gögnin. Með Fabric þá liggja gögnin inn í ykkar skýjaumhverfi, inn í ykkar tenant. Þannig að gögnin á sama stað og allt í rauninni undir ykkar tenant. Þannig hvort sem það þá gagnageymsla, vinnsla á upplýsingum eða greiningar, það allt saman inn á ykkar svæði. Það hægt að nota gervigreind og Power BI til að dýpka innsýn inn í gögnin. Það hægt að nota Excel á bara ykkar vélum og fyrir þá sem eru sterkir Excel notendur að þá byrja okkur og enda kynningar hjá okkur á greiningarumhverfi, hvernig getur nálgast í Excel og það rauninni bara til staðar. Þannig að þið getið valið hvort þið sé að nýta ykkur Power BI eða Excel til að sækja gögnin og það hægt að útbúa bara mjög flotta skýrslur Excel megin líka. Eða bara bæði. Já, eða bara bæði, já. Með sjálfvirkni og einfaldleika eins og við töluðum áðan, að þá hægt að minnka þessa handavinnu í úrvinnslunni á gögnunum töluvert mikið og gögnin sem sagt eru inn í gagnamódeli og það líka hægt að auðga gögnin með utanaðkomandi gögnum sem þýðir að það til dæmis mögulegt að taka inn gögn sem eiga ekki endilega uppruna sinn inn í BSC og setja inn í Fabric umhverfi. Og dæmi gögn sem væri hægt að nýta sér væri til dæmis gögn frá Hagstofunni, Sambandinu, Þjóðskrá eða jafnvel þriðja aðila kerfi eins og sveitarfélag sem væri að nýta sér mannauðskerfi sem væri ekki hluti af BSC að þá var hægt að sækja þau gögn og setja inn í Fabric umhverfið
og nýta þá skýrslugerðin í Excel eða Power BI til þess að sækja gögnin. Það nefnilega mjög góði tengimöguleikar inn í Fabric sem til að sækja önnur gögn frá öðrum kerfum. Þannig að þetta svona, mun auka þessa getu mun meira heldur en var. Já, þetta er alveg magnað, sko. Öryggi er líka haft að leiðarljósi og í Fabric og það er rauninni dulkóðun á gögnum. Notastýringin er í gegnum þetta Entra ID og gögnin eru á ykkar umhverfi og hægt að tryggja þá aðgangsstýringar og öryggi á gögnum. Og módelin sem að Væs smíðar, eins og vorum að tala sveitarfélaga módelið, að það er rauninni í stöðugri þróun og þið fáið alltaf nýjustu uppfærslur í áskriftinni. Lendir svo aftur með glærna. Microsoft Fabric lausnin er búin að vera til staðar í tæp 2 ár og er búin að vera í stöðugri þróun hjá Microsoft. Þetta er búið að vera mjög mikill svona hittari. Það er mjög mörg fyrirtæki og stofnanir og sveitarfélög búin að taka þetta í notkun út allt og það er rauninni full samþætting á milli allra Microsoft kerfa innan Fabric og allt keyrandi í þessu skýja umhverfi og með því að bæta síðan við þessu gagnamódeli sem vorum að tala áðan fyrir sveitarfélögin að þá eru ykkur allir vegir færir í að útbúa þá öflugar greiningar, mælaborð, skýrslur, greiningar inn í Excel og svo framvegis. Við kíkjum kannski á nokkur dæmi, svona nokkra sýnir sem við höfum nú þegar sett upp fyrir sveitina og þegar ég bara á nokkrum stjórnundarsýnum og er dæmi sýn sem er að bera rauntölur saman við áætlun og allar skýrslunar inn í Power BI eru þannig að það er mjög auðvelt að afmarka sig og þeir sjáu í rauninni svona efri hlutan í skýrslunni að þá get ég valið dagsetningar, tímabili sem ég er að grafa mig niður, ég get valið deild og verkefni og í rauninni séð svona eins mikið niðurbrot eins og frekast vill eða get, en þetta er líka háð aðgangsstýringum hvers og eins. Þannig að ef ég hef ekki heimild til að sjá nema bara eina deild eða eitthvað slíkt, að þá er rauninni aðlaga skýrslan að minni heimild þegar ég opna skýrsluna. Eru síðan fleiri skýrslur, er svona tekjugreining, svona kannski aðeins á myndrænni hátt og samanburð þá við áætlun og áfram í rauninni þessir afmörkunar möguleikar uppi. Eru gjöldin á sama hátt, miðað við þá áætlun og rauntölu síðast árs og hægt að afmarka sig niður á málaflokkin eða deildina og velja þá mismunandi áætlanir og út frá fellivalmyndinni uppi og tímabil. Svo tekjur gjöld komin í eitt mælaborð og er miðað við áætlun rauntölu síðast árs og hægt að afmarka sig niður á málaflokk og deildir og þá velja mismunandi áætlanir og tímabil. Kannski taka fram að allt litaþema og svoleiðis þarna er bara hægt að breyta það vild og logoinn í horninu, okkar logo á öllum skýrslum. Hægt að gera þetta svona að hverju sveitarfélagi fyrir sig. Hér er búið að afmarka sig niður á skatttekjurnar. Við vorum að skoða tekjurnar áðan, er í rauninni bara búin að grafa með einu þrepi neðar og farin að horfa á skatttekjurnar sérstaklega og hægt að greina þær hér og áfram þessir afmörkunar valmöguleikar. Er reksturinn og verið að skoða það áætlun brotin niður á mánuði og eins og ég nefndi áðan, það er þetta festa niður á notendur, hvað hver má sjá, forstöðumenn sjá bara sitt og eingöngu sína deild ef það er stillt á þann hátt. Svo efnaverðin á sama hátt, aftur hægt að grafa sig niður og allar afmarkanir hér. Er deildaruppgjör
Hérna allar deildir og hægt að afmarka sig niður og þið sjáið svona það koma í þessum kössum, þá þessar uppreiknuðu kennitölur og svo búin að bæta inn hér svona umferðarljósa stemningu, þannig að það svona grænn, gulur og rauður eftir hvar við stöndum. Og hérna, samkvæmt Bjarka þá rauður ekki góður, sko. Já, mjög mikil greining í það, sko. Já, en hérna síðan í rauninni svona sama í rauninni deildaruppgjör, svipað view, en núna í rauninni, þið sjáu þessa grænu reiti hérna til hægri, svona grænan bakgrunn, þá þetta sem sagt í rauninni uppsafna frá áramótum. Hérna sem sagt skýrsla sem að ég vel að skoða bara gögn í júní, en ég sé þá í rauninni uppreiknuðu tölurnar frá áramótum í grænu þannig til hliðar. Og aftur svona umferðarljósa stemning hér. Ef við færum okkur yfir í að skoða greiningu á kröfum, hérna svona aldursgreining á útistandandi kröfum og sýnir það útistandandi kröfur eftir aldri. Þið getið séð, ég veit ekki hvað þið sjáu þetta vel, en hérna rauninni dagarnir, hvað kröfunar orðnar gamlar og það rauninni hægt að afmarka sig niður á viðskiptareikning líka. Og hérna svo bara aðeins nánari greining, þá búið að brjóta niður á viðskiptavinni og viðskiptareikninga. Og svo ef við skoðum bara skuldahlutann hinum megin, þá þetta aldursgreining á skuldum og hérna þá í rauninni verið að greina skuldirnar okkar, sem sagt brotin eru aldur og samdir skulda, og hérna það líka aldursgreining á útistandandi skuldum á móti. Brotin niður það afmörkun sem valin og raðað niður á lánardrottinn og viðskiptareikning. Þessar sýnir sem við erum kannski bara rétt renna yfir hér samt engin tæmandi listi. Þetta bara rauninni dæmi skýrslur sem við erum búin að setja upp og svona greiningar yfirleitt og hérna, en við erum eins og bara mjög spennt að vinna þetta áfram með ykkur og gera rauninni þessar sýnir þannig að hérna þær verði ennþá notendavænni fyrir ykkur og það sé að birta þá rauninni gögn sem að virkilega skipta ykkur máli. Og eins og ég sagði áðan líka, þetta allt saman í áskrift, þannig að allar bætingar sem við gerum á skýrslunum, þær rauninni koma til allra í áskrift. Þannig að skýrslunar ætti að þróast og verða enn betri með tímanum. Sum sveitarfélög hafa verið að nýta sér opið bókhald og við erum að bjóða upp á það líka í Fabrik, bara rétt að renna hérna yfir. Þetta svona greiningurinn í hvert peningarnir fara og þá verið raðað niður eftir málaflokkum og niður á tímabil. Hérna sjáum við hvaðan peningarnir koma, tekinna brotna niður, líka mánuði og niður á lánardrottna og svo hvert fara peningarnir. Það sundurlega niður líka. Og svo var ég með eina bara hér til að sýna að það eru ýmsar lausnir í boði í þessu svona opna bókhaldi, en okkar lausn virkar þannig að þið stillið inni í BSC hversu mikið gögnin eru, hversu djúpt í þrepinu þið farið niður, þannig að það ekkert sem birtist á vefnum og ekki hægt að grafa sig niður í gögnin. Ef það búið að stilla þannig í BSC að þeir eru með þetta svona herra level, þá kemst ég ekkert í neitt fylgdum til að sjá dýpri upplýsingar. Það eru ansi mörg sveitarfélög, eða í það minnsta nokkur, sem að nýta sér SSRS skýrslunar, geta sendt skýrslunar í tölvupósti á póststöðumenn á tilteknum tíma og hérna bara dæmi svona hefðbundin skýrsla fyrir póststöðumenn, samanber versus raun og staða málaflokkum. Þessar skýrslur detta út eins og annað í skýjunni, en það virkni, ný virkni inn í Power BI sem heitir Paginated skýrslur. Þetta rauninni tekur við af þessari, þannig að þetta verður áfram þessi virkni verður áfram í boði, en bara með uppfærðri tækni. Já, eins og skýrslur hafa verið. Já. Það eru bara farið upp í skýð. Já, nákvæmlega. Það eru bara aðeins að uppfæra tæknina á þessum. Þetta verður leyst í rauninni í staðinn fyrir að þetta sé svona skýrslur í SQL-serverinu beint, að þá rauninni færist þetta yfir í Power BI.
og þá innan fabrik umhverfisins og þá átti möguleika að gerast á skemmdarskýrslunum og sendar í tölvupóst. Sjá, hérna vorum við eitthvað aðeins nánar hérna dæmi svona skýrslu og þetta rekstrareiningu niður á deildir og ef að viðkomandi forstöðumaður sem að fær skýrslu senda til sín en hefur heimild til þess að skoða eins og hér og afmarka sig á einhver ákveðna deild, þá getur hann í rauninni opna skýrsluna og afmarka sig þá á hina deildirnar eða séð í rauninni allar. Þetta í rauninni fer bara eftir aðgangsstýringunni hverju sinni, en mjög vel tekið á því í fabrik. Við erum líka alltaf með valkosti og einn af þessum valkostum sem við höfum í lífinu sjálfu eða allavega í fabrik lífinu að geta notað Excel í staðinn fyrir Power BI eða eins og Bjarki benti á og nota bara bæði. En öll Power BI módelin okkar bjóða upp á Excel aðgang. Þannig að eins og þetta dæmi sýnir hér að þá ertu með gagnamódel fyrir sveitarfélögin og þarna erum við búin að uppreikna allt í þessu gagnamódeli þannig að það er mjög auðvelt að sjá í þessu viðmóti gögnin og velja þá rétt gögnin þar sem sett upp inn í fabrik umhverfinu í gagnamódelin okkar og notandi getur þá í svona kunnuglegu viðmóti, svona pivot viðmóti, tengst fabrik og raðað upp þá svona sinni sín inn í Excel sem uppfærir síðan alltaf á móti fabrik. Þannig að gögnin alltaf up to date. Skal taka fram þarna að þetta verður á íslensku líka, módelið sjálft og það stjórnast bara út frá því hvað þið að nota í Excelinu eða brásarnum. Hvaða tungumál þið fáið, hvort það enska eða íslenska. Já, flott. Það er alltaf betra að hafa þetta íslenska. Hérna dæmi template tengda fjárhagsgreiningu. Notandi getur þá sjálfur breytt og aðlaga templateinu að sínu umhverfi eða þörfum. Hvort sem það þá sjálfur eða með einhverju hjálp frá okkur og gögninu farast á móti í Power BI módelinu og þeim uppfærslum sem uppsettar þar. En ef við kíkjum kannski aðeins á, allar segja meira Bjarki? Nei. Ef við kíkjum aðeins á þessa pakka og hvernig við erum búin að stilla þessu verðlega og lítur þetta svona út og við viljum auðvitað bara að öll sveitarfélög geti nýtt sér þessar greiningar og því reynum við að stilla verðlagningunni í hóf og erum þá með mismunandi verð út frá fjölda íbúa til þess að gera þetta aðgengilegra fyrir alla. Efri tvær línurnar hér svona þessi Microsoft hluti og það svona leyfiskostnaðir sem það getur breyst eftir notkun og gagnamagni en gögnin þurfa reyndar að vera orðin ansi mikil til þess að þessi verð sé eitthvað að hækka og svo þá neðri hlutin þetta gagnamódel sem við höfum smíðað fyrir sveitarfélögin og erum búin að fara yfir hér á undan hvernig við tengjumst því og hvernig þessar sýnir sem við erum búin að setja upp þær fylgja með og það skýrslur og mælaborð. Innihaldið í pakkanum sjálfum, þessum alhliða greiningapakka, þá þessi stjórnendasýning, fjárhagsskeman, fjárhagur sveitarstjóra, aldursgreining skulda og krafna og svo þessar heitinated skýrslu sem komu í staðinn fyrir SSRS skýrslunar áður. Síðan möguleiki að bæta við svona viðbóta virkni inn í fabrik umhverfið og bæta við þennan staðlaða pakka og þá þetta nokkrar greiningar sem við erum, eða svona módel sem við erum ýmist byrjuð á eða eru á svona skurðaborðinu, ef við getum sagt það svoleiðis. Þarna þá eins og launagreining og launaáætlanir, skýrslur fyrir veitukerfið, skýrslu fyrir félagsþjónustuna og svo erum við svona sérskýrslu fyrir heimildir og notendur sem að nýtist þá vel eins og ég fær hjá endurskoðendum eða bara við allar úttektir inn í kerfinu. Og
Svo erum við með skýrslu fyrir skuldabréfakerfi, hafnakerfi, fjárhagsáætlanirnar og svo getum við sérsniðið skýrslur fyrir hvern og einn. Það er hægt að gera það á þægilegan hátt inn í þessu viðmóti. Það sem við erum búin að kannski sýna hér á svona þessari stuttu yfirferð að þá erum við búin að útbúa svona sérhannuð gagnamódel fyrir sveitarfélögin til þess að nýta þetta Microsoft Fabric umhverfi og getum þá nýtt þessi módel til að útbúa virkilega öflugar og flottar skýrslur og svona skjáborð eins og við sáum áðan. En við erum eins og bara svona rétt að byrja að snerta á möguleikunum sem að Fabric býður upp á. Og það sem að okkur langar að gera að fara í vinnu með ykkur að gera skýrslurnar og mælaborðin eins og töluðum áðan enn betri og þá í samvinnu við okkar flotta og öfluga sveitarfélagahóp. Og uppfærslurnar eru í áskrift og viðbæturnar aðgengilegar þannig að skýrslurnar og mælaborðin verða enn betri með tímanum og sérstaklega bara leið og sveitarfélagum fjölgar í Fabric og við fáum góða punkta og athugasemdir hvernig við getum gert hlutina betur. En við sjáum þessi möguleika ganga enn lengra í að nýta gögnin og auðga þau eins og vorum að tala áðan og það væri mögulegt sem dæmi að útbúa samanburðarskýrslu ofan á uppgjörslyklana og bæta þá við hagstofugögnum og ef að vilji og áhugi væri fyrir hendi væri hægt að deila ákveðnum gögnum, svona lykilgögnum sem hægt að nota til samanburðar á milli sveitarfélaga. Þannig að það væri hægt að bera ykkar sveitarfélag saman við önnur sveitarfélag niður á til töluleg gögn og mælikvarða og kostnaði liði og til að þá meta hvar ykkar sveitarfélag stendur í samanburði við sambærilegt sveitarfélag í stærð eða innan landshluta eða hvað það er og hérna væri hægt að fara niður bara á svona þá lykilmælikvarða sem að þið auðvitað ekki betur okkur þetta í huga að væri hægt að stilla upp til dæmis eins og bara kostnað við svo snjómokstur. Þá var þetta að sjá af hverju mitt sveitarfélag borga 30% hærra heldur en öll önnur sveitarfélag. Kostnaðin á nemenda í grunn eða leikskóla, kostnað við gatnagerð, viðhald, nýframkvæmdir, fyrir íbúa og svo framvegis. Það er svona óþrjóðandi möguleikar. Þannig að við erum bara svona til í samstarf ef þið hefðu áhuga á að skoða þetta svona og ganga aðeins lengra með þetta. En Bjarki, eru komnar einhverjar spurningar sem við höfum eftir að svara sem að þið getið endilega bætt inn spurningu núna? 100 spurningar hérna. Nei, það er ekkert annað. Það er ein spurning með hvernig notandi þarf til að skoða skýrslunar. Það er bara Power BI Pro notandi. Það var bara hvort það fyrir BI notandi eða BC notanda eða bæði. Þannig að það er Power BI Pro notandi til að vinna með Fabric og skoða skýrslunar og svoleiðis. Okay. Til að dæla gögnum yfir, þá er það BC notandi, annarkvort notandi hjá ykkur eða Soros notandi hjá okkur, eftir bara hvernig þetta er. Þannig að fyrir þann sem er bara að skoða skýrslunar eða viewin, þá er nóg að vera með Power BI Pro notanda. Já. Okay. Það var spurning með Analyzer í dag og heila svaraði hérna áðan með hvað var inn í pakkanum. Þannig með það sem listaður upp hérna, skróla tilbaka í raflistan, eða svo flettir upp hérna. Já. Stjórnandi sín 4 skema 4 ár, aldursgrunn skulda og svo SSRS gömlu skýrslunar. Já, verð per notanda. Ég grunnaði að segja að meina Fabric verði þarna sem þú sást sé per notanda eða per tenant í áskriftinni. Þetta er heildarverð fyrir sveitarfélagið og svo er bara heildarverð fyrir áskriftina. Þetta er þá mánaðarleg gjöld sem að bætast á bara við áskriftina. Já, svo einn að spyrja með sambandi við Power BI greintól frá KPMG. Þetta sem ekki virkað, þannig að ég þarf bara best að ég taki 5 mínútum að skoða hvað það er að, Þetta sé bara ódata tenging í BSI. Já, í núverandi. Já, í núverandi. Gammagrunnum. Já, mjög líklega. Það er best að ég sendi bara línu á hann sem sendi þessa spurningu. Svo.
Svo spurning, já, hvort þetta sé, við erum með okkar eigið fabrikumhverfi í okkar tenant, þurfum að borga fyrir fabrikleyfið í pakkanum frá ykkur, eða okkur. Þetta bara, ég man ekki alveg hvernig það var sett upp í pakkanum, en þetta ekki þetta getur nýtt leyfi, önnur fabrikleyfi þú sé eitthvað. Já, en þú þarft allan alltaf að kaupa módeli og notendur en já, við þurfum eiginlega bara að skoða væntanlega hvaða fabrikmódeli þið eru með. Já, sumir líka leyfi. Sumir líka eins og með fabrikheimin að hafa þá jafnvel 2 leyfi í gangi, 1 fyrir production og 1 fyrir þróun, það stundum gert þannig. Okay. Þá sem byrja ódýrstu leyfin, F2 leyfin. Já, okay. Það líka til að tryggja einhverjar að fyrta að prófa að sé ekki að setja hitt á hliðina. En það bara best að skoða þetta í sameiningu með hvernig þetta sett upp hjá ykkur. Okay. Já. Það upptalið? Já. Svo eitthvað spurning að gjaldi mánaðarleg undir Power BI Pro spurningunni. Fyrir mánaðargjöld Power BI Pro notenda og líka náttúrulega á Fabric en það á tenant leveli. Já, ég menna þetta er bara áskrift og eins og segi við reynum að stilla þessu upp þannig að allir geti nýtt þetta og þannig að minnst sveitarfélögin sé að borga minnst. Engar fleiri spurningar? Nei, síðast ekki. Ok, við erum líka bara alveg að vera búin með tíma síðan. En við erum þökkum bara kærlega fyrir þáttökun í dag og upptakan af kynningunni verður senda á okkur og það er líka hægt að hafa þá samband við okkur á sala@wise.is eða bara verið samband við okkur í gegnum sveitarfélagahópinn og ef þið viljið fá nánari kynningu eða upplýsingar Fabric og bara, já, næstu skref, það ekki? Annars bara þökkum við kærlega fyrir okkur. Takk í dag. Þið sæl.